að taka við stóru verkefni með opnum hug og gleði í hjarta næsti dagskrárliður. Gerðu svo vel, Anna Hulda Einarsdóttir, en hún kennsluráðgjafi í Reykjanesbæ. Ég ætla að finna hérna glæruna henni. Forseti Íslands og ráðherra á förum, komið sæl, það mér mikill heiður að fá að vera með ykkur hér í dag. Áður en lengra haldið langar mig til að útskýra heitið á erindinu, að taka við stóru verkefni með opnum hug og gleði í hjarta, vísar til heitis nýrrar menntastefnu Reykjanesbæjar sem ber einmitt heitið með opnum hug og gleði í hjarta. En það voru einmitt leiðarljósin okkar þegar við fengum þetta stóra verkefni í hendur. En það nú skemmst frá því að segja að þetta frábæra verkefni sem stóru upplestarkeppnin hefur marga snertifleti við menntastefnun okkar sem studdi okkur enn frekar í því að umfaðma verkefnið þrátt fyrir að því hafi einnig fylgt ákveðnar áskoranir sem ég greini frá hér á eftir. Hérna sjáum við þær spurningar sem við fengum til að hugleiða og leita svara varðandi ferlið við það að taka við verkefninu hjá okkur í Reykjanesbæ. Fyrsta spurningin hvernig gekk að færa svona stórt verkefni til sveitarfélaganna? Stutta svarið það gekk vel að færa verkefnið yfir til sveitarfélaganna sé horft út frá okkur í Reykjanesbæ. Ástæða þess fyrst og fremst sú að í grunnskólum Reykjanesbæjar nýtur stóra upplestarkeppnin mikillar virðingar og þar eru allir sammála mikilvægi verkefnisins, enda hafa skólar sveitarfélagsins tekið þátt nánast frá upphafi að mér skilst og þar af leiðandi hefur myndast sterk hefð á okkar svæði og gríðarleg reynsla í flestum skólum. Hefðin, reynslan, virðingin fyrir verkefninu, öflugir skólastjórnendur og síðast en ekki síst miðlægur stuðningur fræðslusviðs gerir það að verkum að þessi yfirfærsla gekk vel. Utanumhald og framkvæmd verkefnisins hjá okkur á fræðsluskrifstofunni en auðvitað í samstarfi og samtali við skólana og eins og áður sagði þá sinna þeir sínu hlutverki mjög vel. Umfangið í kringum stóru upplestarkeppnina var talsvert en það jókst til muna þegar við tókum við hlutverki radda. Það var að mörgu að hyggja og þess vegna settust við niður í vor og fengu verkefnastjóra gæðamála með okkur í lið og teiknuðum upp verkferil í gæðahandbókin okkar þar sem allir ferlar sem snúa verkefninu voru listaðir upp, tímasettir og viðeigandi gögn og skjöl sett undir og ég fæ kannski að sýna ykkur það eftir. Þetta í stuttu máli sagan okkar. En hvað með önnur sveitarfélög? Það ekki víst að það hefur gengið eins vel hjá öllum sveitarfélögunum. Við horfum óneitanlega yfir stóra sviðið og hugsum til minni sveitarfélaga og sveitarfélaga sem hafa ekki miðlægar fræðsluskrifstofur eða jafnvel einstaka skóla sem hafa þetta umfangsmikla verkefni á sínum höndum. Og höfum af því áhyggjur að það geti fjarað undan jafn mikilvægu verkefni eins og þessu þegar stuðningur og ráðgjöf ekki til staðar. Sem leiðir okkur síðan að næstu spurningu. Skiptir ráðgjöfin þetta ár máli var spurningi sem við fengum svona til að hugleiða, en almennt séð þá teljum við ráðgjöfin að skipta máli, bæði fyrir okkur en kannski ennþá frekar fyrir smærri sveitarfélög og skóla sem hafa ekki þennan miðlæga stuðning sem mér hefur orðið tíðrætt Það má kannski segja að það hafi ekki reynt á það á fullu hjá okkur í Reykjanesbæ að vera án ráðgjafar frá röddum vegna þess að við nýttum okkur allar það ráðgjöf og stuðning sem raddir buðu upp á þetta síðasta ár. Raddir sáu til dæmis fræðsluna fyrir kennarann okkar í 7. bekk, tók að sér embætti formanns dómnefndar á lokahátíðinni, að ekki sé minnst á þá ófáu tölvupósta og símtöl sem ég átti við Ingibjörgu framvinduna á verkefninu hjá okkur. Við í okkar sveitarfélagi komum til með að halda þessu verkefni áfram og jafnvel án ráðgjafar vegna þeirra atriða sem ég hef þegar sagt frá og líka vegna þess að við nýttum þetta ár til þess að teikna upp og vinna umræddan verkferil fyrir verkefnið. En ég ímynda mér samt sem áður að ráðgjöfin geti skipt sköpum hjá sveitarfélögum og skólum þar sem verkefnið á ábyrgð einstakra skóla eða einstaklinga eða þar sem til dæmis nýir starfsmenn koma inn eða tilfærsla á verkefnum á sér stað. Þrátt fyrir að í heildina hafi þetta gengið mjög vel.
í Reykjanesbæ, þá stóðum við óneitanlega frammi fyrir áskorunum. Ein af áskorunum hjá okkur var tíminn, eða öllu heldur skortur á tíma. En þetta verkefni bættist ofan á þau verkefni sem fyrir voru. Við vildum auðvitað gera þetta vel, styðja vel við okkar fólk og vera markviss í upplýsingagjöf, gefa kennurum tækifæri til að ræða saman það hvað gekk vel, hverjar væru helstu áskoranirnar og deila reynslu og hugmyndum og ekki síst að passa upp á að nemendur í öllum grunnskólunum í okkar sveitarfélagi sitji við sama borð þegar kemur að þjálfun og stuðningi við nemendur. Önnur áskorun sem við stóðum frammi fyrir var sú að í umræðinu tilfærsluna var því fleygt fram að virkja skólana enn frekar og dreifa ábyrgðinni, til dæmis með því að fá skólana til að skiptast á að taka saman lesefni og ljóðahefti fyrir lokahátíðina, svo eitthvað sé nefnt. En við fundum það í samtali við skólana að þrátt fyrir öflugt samstarf og mikinn vilja til að láta þetta verkefni ganga vel, þá höfðu þeir hvorki tíma né bolmagn til þess að fara í aðra og meiri vinnu en þá sem þeir þegar sinntu. Það má því segja að verkefni sem fylgdu þessari tilfærslu sátu eftir hjá okkur sem heldum utan um verkefnið á fræðsluskrifstofunni. Okkur fannst það líka svolítil áskorun að finna út úr hönnun og vinnu við útgefið efni. Afsakið? Er ég að gera eitthvað? Ég veit ekki hvað að gera. Jæja, þegar ég tala útgefið efni þá ég ekki bara við veggspjaldið og viðurkenningaskjölin, boðskortið og allt það, heldur í rauninni allt það sem við sendum frá okkur, bréf til skólastjórnenda, foreldrabæklingin og annað í þeim dúr. Allt efni inn á síðu stóru upplýsingarkeppninnar aðgengilegt og svo sannarlega gagnlegt, en það merkt röddum og jafnvel með gömlum styrktaraðilum. Við vildum gera þetta vel og setja okkar fingrafar á það sem við sendum frá okkur með okkar lógóum og tilvísunum í menntastefnuna svo eitthvað sé nefnt. Lesefni var samt líklega stærsta áskorunin og þrátt fyrir að við höfum aðgang að öllu efninu inn á síðu stóru upplýsingarkeppninnar, það fannst okkur ekki eins spennandi að nota gamla efnið, enda fylgir því alltaf mikil eftirvænting að fá nýtt lesefni fyrir lokahátíðina. En við fórum engan síður þá leið að biðja skólana að nýta ekki lesefni þar inni nema að hluta til svo við gætum valið efni fyrir lokahátíðina. Það var ekki nóg að velja lesefni, heldur þurftum að uppfæra upplýsingar höfundinn og skáldið því þær voru í einhverjum tilfellum orðnar úreltar. Það gekk samt alveg vel hjá okkur og að velja efnið úr flórunni, en það krafðist tíma og yfirlegu. En það sé að skemmst frá því að segja að okkur bauðst á síðustu stundu að fá nýtt efni eftir Gunnar Helgason sem Hafnarfjörður lét taka saman fyrir lokahátíðina og okkur fannst við hafa dottið í lukkupottinn. Einnig spurðum við okkur þeirra spurningar hvort það væri við hæfi að Fræðslusvið Reykjanesbær gefi peningaverðlaun í fyrstu 3 sætin eins og hafði verið. Áttum við að gefa gjafakort sem voru merkt einhverjum einstaka bönkum? Eða hvaða leið áttum við eiginlega að fara? Og það voru margar svona spurningar sem komu upp hjá okkur í ferlunni. En á endanum þá héldum við uppteknarhætti og gáum peningagjafir fyrir fyrstu 3 sætin og allir keppendur fengu bókagjöf að lokum. Sumt af þessu þarf ekki að gera hverju ári. Við höfum unnið okkur í haginn, annað þarf að gera hverju ári og þar teljum við samstarf milli sveitarfélaga eða miðlæga vinnu nauðsynlega. Ég verð að segja að það kom okkur sem stöndum að stóru upplýsingarkeppninni í Reykjanesbæ bæði á óvart og svolítið í opna skjöldu þegar við heyrðum af áformum radda að færa verkefnið alfarið til sveitarfélagana. Okkar fyrstu viðbrögð voru að þetta væri kannski ekki góð hugmynd. En þar sem við höfum einsett okkur að taka breytingum með opnum hug og gleði í hjarta, þá ákveðum við að nýta þennan tíma til að rýna verkefnið, kalla eftir hugmyndum frá skólunum það að beturbæta það sem betur mætti fara og leggjast sjálf yfir það hvað við vildum gera annan hátt en við vorum vön. Til að gera langa sögu stutta, þá var engin stemming fyrir því að gera breytingar. Það voru allir sammála að þetta eitt af þeim verkefnum í skólastarfinu sem gengur mjög vel, virkar vel og því engra breytinga þörf. Ég held að ef við á fræðsluskrifstofunni hefðum ekki tekið þetta verkefni svona föstum tökum, þá veit ég ekki alveg hvernig það hefði farið fyrir því hjá skólunum. Ég þreytist því ekki á að segja að ráðgjöf og stuðningur mikilvægur og jafnvel nauðsynlegur, en síðan það bara spurning hvaðan hann kemur. Við erum öll sammála að stóra upplýsingarkeppnin mikilvægt og þarft verkefni. Það jafnframt mikilvægt að öll sveitarfélög, allir skólar og þar af leiðandi allir nemendur í 7. bekk hafi tækifæri til þátttöku.
Það gerist ekki okkar mati nema með miðlægum stuðningi og ráðgjöf. Við höfum velt því fyrir okkur hvaða stofnanir eða sveitarfélag geta haft þetta verkefni miðlægt á sínum snærum. Því þarf auðvitað að fylgja fjármagn og ég hef svo sem ekki kynnt mér hvaðan fjármagnið kom eða hvert það fór þegar þessi umrædda ákvörðun var tekin. Ég ákvað jafnframt að ræða ekki kostnað við verkefnið í mínu erindi en veit að kostnaður við það þó nokkur. Ég ímynda mér að það væri mikill sparnaður, bæði tímasparnaður og peningasparnaður, ef ákveðni þættir eins og útgefið efni þar sem svigrúm til aðlögunar væri til staðar, lesefnið, ráðgjöf og annað í þeim dúr væri á höndum stofnunar eða sveitarfélags líkt og raddir sinntu áður. En áður en ég lýk máli mínu þá langar mig að sýna ykkur verkferilinn sem við erum að vinna hjá okkur og gefa ykkur innsýn inn í þá vinnu sem átti sér stað í vetur. Þarna segir að tilgangur með verklagsreglunni er að stór upplestarkeppnin í grunnskólanum Reykjanesbæjar sé haldið með góðu skipulagi og á faglegan hátt. Og síðan undir hverjum þætti eru vinnulýsingar og þarna erum við að safna inn skjölum, til dæmis eins og bréfum og foreldrabæklingum og öðru. Þannig að, og markmið eru auðvitað að þekkingin haldist hjá sveitarfélaginu ef og þegar við sem höldum utan verkefnið hættum eða hverjum til annarra starfa. Og þetta er bara svona, þetta er það sem ég var að segja með að setja sitt fingrafar á gögnin sem við sendum frá okkur. Þau eru aðlöguð á okkar menntastefnu. Þetta er bara dagskráin, mjög einföld, þarna er bara fyllt inn í bréf til stjórnenda. Þetta bréf sendi ég út á morgun og út af því að það fara allar dagsendingar, við erum búin að ákveða lokahátíðina, hvenær skólarnir eiga að hafa sína lokakeppni, hvenær lesefni verður sendt út og svo framvegis, gátlisti. Og svo bara einn klassísk sem allir þekkja. Og lengi lifi stóra upplestarkeppnin. Takk fyrir mig.